Fjölvar spáir fyrir Hauk Presson sem verður ástfanginn af Eddu smá. Högni, mig langar til að elska þig. Högni, ég elska þig líka. Í dag skulum við finna felustadinn. Edda, við getum bara farið inn í skóginn. Högni, ég meina Bergþór, gá hvort þetta virkar. Ekki stórkostlegt að allt þetta sem við sjáum með augunum okkar aðeins afurð vitundar okkar. Raunar aðeins gúnir sem sveiflast til og frá. Sittar bevegung. Fyndið hvernig við búum til veröld úr þessu. Jafnvel kroppin okkar. Edda smá, mig langar til að elska þig með líkamanum. Högni, við búum jafnvel til líkamann okkar úr þessu sem óhöndlanlegt. Efni búið til með hugsun. Ekki skrítið að kroppurinn skuli rotna og hverfa þegar við sofum hjá helgi okkar. Og ég vil frekar bálför en gröf. Hvað með þig? Edda smá, Högni. Hugmóður kallar. Högni, ertu tilbúinn? Hvar Edda smá? Við bíðum eftir ykkur. Allt tilbúið. Edda smá, spyr Fjölvar. Vilja strákar ekki elska mig? Fara þeir alltaf bara að tala eitthvað málefni sem þarf að skilja með kollinu sínum? Heilla ég ekki stráka? Fjölvar, einn drengur minn raunverulega elska þig heitt. Svörtu augun þín kveikja ást hjá sumum, ótta hjá öðrum. Þú ert skapmikil telpa og mjög falleg. Vertu ljúf í lífinu, allt sér sig sjálft. Haukur pressonur og faðir hans viðheldur feðraveldinu. Hann hatar líka heiðingja. Drengurinn gerir allt sem hann getur til að geta verið með þér. Þú getur treyst honum, hann einlægur, góður drengur. En hinir heiðnu krakkarnir vinir þínir verða tortrygnir, hrædd að Haukur komi upp ykkar söfnun handrita, hina heiðnu verðmæta. En hann svíkur ekki. Frekar skrökvar hann að föður sínum en að segja honum hvað að gera. Þér verður ekki hleyptin á heimilið, þar sem presturinn, pabbi Hauks, sér djöfulinn sjálfan í öllum heiðingum. Þú verður snjöll, lætur skýrbaðast og sér að þetta aðeins yfirborðs serimónía, breytir engu þig. Prestur, sigri hrósandi, biður guðinn sínum umbun fyrir að hafa turnað þér og leyfir syni sínum að koma með þig inn á heimilið. Haukur mun segja, ég má ekki snerta konu fyrir brúðkaupið. Og þú spyrð, og hlýður því? Haukur mun segja, það synd í augum Guðs. Og þú spyrð, trúir þessu? Edda hlær. Fjölvar, nú skulum við finna Bergþór og Hrefnu.